Í síðari hluta messunnar haldin altarisganga eða brauðsbrotning þar sem söfnuðurinn gengur upp að altarinu og tekur við lítillu oplátu eða litlu brauði og svolitlu víni, annarkvort beint úr kaleiknum eða í sérkaleik og drekkur og etur með orðunum þetta er líkami Krists og þetta er blóð Krists, hvort vekja fyrir þig gefið eða úthelt til fyrirgefningar syndana. Það í raun og grundvallar skilningurinn á því hvað altarisgangan er. Það er líkami og blóð Krists sem gefið fyrir þig í messunni til fyrirgefningar syndana. Í dag ætlum við að skoða grundvöll altarisgangunar í ritningunni, við ætlum að skoða orð Jesú Krists og við ætlum að skoða bakgrunnin í Gamla testamentinu. Altarisgangan þess eðlis að við þurfum að skoða meir en eitt ritningarstað og við þurfum að skoða þá í raun og veru í réttri röð. Við getum byrjað á innsetningarorðum Krists þar sem hann gefur skipun að það eigi að halda altarisgangu í kirkjunni og síðan getum við skoðað það sem að Nýja testamentið segir hvað altarisgangan en við þurfum einnig að fara í Gamla testamentið og skoða bakgrunnin sem þar að finna. Við byrjum að fara í Matteusarguðspjall, það fyrsti staðurinn sem við finnum innsetningarorðin og við finnum þá í Matteusarguðspjall 27. kapla, vers 26-29. Við þurfum að byrja á því að segja nokkur orð samhengið. Jesús gengur með lærisveinum sínum í Galileu og í Júdeu í 3 ár áður en hann krossfestur. Þetta 3. árið og í lok þess á skýrdegi, deginum áður en Jesús krossfestur. Hér komaði saman í Jerúsalem til að halda páskahátíð gyðinga og þeir komnir að borðinu og setja í kringum borðið þegar þetta gerist. Við þurfum að skoða páskahátíðina eftir en við skulum bara hafa það í huga núna að þetta undir páskahátíðinni. Hér stendur: Þá þeir mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, brautað og gaf lærisveinunum og sagði: Takið og etið, þetta líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði: Drekkið allir hér af. Þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Enn sem komið þegar við lesum þessi orð, sjáum við bara atvik sem átti sér stað með lærisveinum Jesú, ekki eitthvað sem þarf að endurtaka eða sem kirkjan á að endurtaka. Það engin skipun það hér. En ef við förum í Markusarguðspjall eða Lúkasarguðspjall, þá finnum við skipununa. Og kannski best að fara alla leið í 1. Korintubréf þar sem þessu orð líka endurtekin í samhengi kirkjunar. Hér skrifar Páll postuli: Því ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt yður, nóttina sem drottin Jesús var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, brautað og sagði: Þetta minn líkami sem fyrir yður. Gjörði þetta í mína minningu. Takið eftir, hér kemur skipunin: Gjörði þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörði þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Aftur skipun að gera þetta aftur. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur, skrifar Páll postuli. Við munum koma aftur að þessum orðum, en við sjáum að hér þetta skipun Guðs og þetta hlutur sem að Páll hefur meðtekið og kennir áfram. Hér að ræða hefð sem að Páll hefur tekið við og gefur síðan áfram til þeirra sem að hann að kenna. En hvað merkir eiginlega þessi altarisganga? Til þess að kanna það nánar ætlum við að fara aftur í Gamla testamentið og við ætlum að byrja á því að fara í 1. Mósebók í 22. kafla þar sem við lesum söguna af Abraham og Ísak. Við ætlum ekki að lesa allan söguna, heldur einungis nokkur brot sem ég búin að merkja hérna með gulu, en þið þekkið söguna kannski. Drottinn segir við Abraham hérna í öðru versi: Takk þú engason þinn sem þú elskar, hann Ísak, og far þú til Móríalands og fórna honum þar að brennifórn á einu af fjöllunum sem ég mun segja þér til. Þetta furðuleg skipun sem að Abraham fær, sérstaklega vegna þess að Guð hafði lofað því að Ísak skildi verða faðir mikillar þjóðar, en Ísak var ennþá ekki komin á þann aldur að hann hefði eignast konu og byrjaði að eignast börn. Hvernig gat það þá verið ef að hann skildi deyja núna? Ísak spyr þessu líka hér í versu 7, hann sér eldiviðinn og eldin en veit ekki hvar sauðurinn til brennifórnarinnar, og Abraham svarar honum í 8. versi: Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Abraham virðist hafa vitað að Guð myndi grípa inn með einhverjum hætti, en þetta líka spámannleg orð það sem átt að gerast hér í þessari sögu, en síðan áfram með Jesú síðar. Abraham leggur Ísak á altarið og í þann mund að fórna honum þegar engill drottins kemur og stöðvar hann.
Abraham lítur þá við og sér hrút sem fastur á hornanum í hrísruna. Og hér lesum við í 13. versi: og Abraham fór og tók hrútinn og bar hann fram að brennifórn í stað sonar síns. Hrúturinn sem sagt staðgengilsfórn fyrir Ísak, og þetta prinsip sem á eftir að koma aftur og aftur gegnum alla ritninguna, dauði staðgengils. Nákvæmlega hið sama upp á teningnum rúmum 400 árum síðar þegar Ísraels þjóð komin í ánauð í Egyptalandi. Guð hefur fyrir spámann sinn Móse gert kröfu það að Fara á Egyptalandskonungur láti þjóðina fara, en Fara segir nei. Þá sendir drottinn 9 plágur yfir Egyptaland til þess að sýna Egyptalandi að honum alvara. Í hvert skipti segir Fara nei. Að lokum kemur 10. plágan og hennar getið í 11. kafla í 2. Mósebók. Hér segir Móse: svo segir drottinn, miðnætti vil ég ganga mitt gegnum Egyptaland, og þá skulu allir frumburðir í Egyptalandi deyja, frá frumgetnum syni Faraós sem situr í hásæti sínu til frumgetnings ambáttarinnar sem stendur við kvörnina, og allir frumburðir fénaðarins. Engill dauðans mun ganga gegnum landið og ljósta alla frumburði. En Guð mun gera greinamun á Ísraelsmönnum og Egyptum. Hvernig fer hann eiginlega að því? Það ekki þannig að hann horfi bara í aðra áttina þegar Ísraelsmenn að ræða, heldur gefur drottinn Ísraelsmönnum góðar fréttir. Hér segir Guð í 12. kafla í 3. versi fyrir munn Móse: á 10. degi þessa mánaðar skal hver húsbóndi taka lamb fyrir fjölskyldu sína, 1 lamb fyrir hvert heimili. En sé 1 lamb og mikið fyrir heimili, þá taki hann og granni hans, sá sem næstur honum býr, lamb saman eftir tölu heimilismanna. Síðan fyrir við 7. vers: þá skulu þeir taka nokkuð af blóðinu og ríða því á báða dýrastafi og dýratréhúsa þeirra þar sem þeir eta lambið. Sömu nóttina skulu þeir eta kjötið. Og síðan komum við í 13. vers: blóðið skal vera yður tákn á þeim húsum þar sem þér eruð. Ég sé blóðið mun ég ganga fram hjá yður, og engin skæðplága skal yfir yður koma þegar ég slæ Egyptaland. Allir frumburðir landsins skyldu deyja nema þeir sem höfðu staðgengil, það að segja þetta lamb sem slátrað, og þess vegna blóði lambsins strokið á dýrastafi húsana. Í 17. versi í 12. kafla síðan talað það hvernig á að halda þessa hátíð áfram. Þér skuluð halda helga hátíð hinna ósýrðu brauða, því að einmitt á þessum degi leiddi ég hersveitir yðar út af Egyptalandi. Fyrir því skuluð þér halda heilagt þennan dag, kynslóð eftir ævarandi lögmáli. Þessar 2 sögur kenna okkur staðgengils dauða. Í fyrri sögunni deyr 1 hrútur fyrir Ísak, og í síðari sögunni deyr 1 lamb eða 1 kýrlingur fyrir 1 eða 2 fjölskyldur. Þessi slóð mun halda áfram gegnum Gamla testamentið þar til við að lokum komum að Jesú sem að deyr 1 fyrir allt mannkyn. Við lásum áðan úr 1. Korinthbréfi, og þar kennir Páll okkur áfram altarisgönguna. Við viljum að byrja á því að fara núna í 5. kafla í 1. Korinthbréfi og lesa 7. vers. Hreinsið burt gamla súrdegið til þess að þér séð nýtt deg, enda eru þér ósýrðir, því að páskalambi voru slátrað sem Kristur. Svona talar ritningin á mörgum stöðum að Jesús sé hið raunverulega páskalamb, hinn raunverulegi staðgengill okkar í dauðanum. Við höldum áfram í 10. kafla og förum í 16. vers. Sá bikar blessunarinnar sem við blessum hann ekki samfélag blóð Krists, og brauðið sem við brjótum það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið eitt við hinni mörgu eitt líkami, því að við höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. Lítið á Ísraelsþjóðina, eiga þeir sem fórnirnar eta ekki hlut í altarinu. Þetta það sem átti sér stað í Egyptalandi, að þeir sem áttu fórnirna og sátu inn í húsinu, þeir áttu hlutdeild í dauðalambsins og voru óheldir fyrir engli dauðans. Eins það með okkur sem tökum við líkama og blóði Krists í altarisgöngunni, við eigum hlutdeild í líkama og blóði Krists og í dauða hans og upprissu, og erum því einnig óhult fyrir dauðanum. Það má því segja að altarisgangan sé sannkölluð fórnarmáltíð eins og þær voru í Gamla testamentinu,
En þó öðruvísi að því leitinu til að Jesús hefur bara dáið einu sinni og risið upp einu sinni frá dauðum í eitt skipti fyrir öll. Engu að síðar máltíðin endurtekin mörgum sinnum og okkur gefin hlutdeild í dauða og upprisu Jesú Krists aftur og aftur. Ekki vegna þess að hann þarfnast þess, heldur vegna þess að við þörfnum þess. Við sem að höldum áfram í syndum okkar og föllum aftur og aftur í freistni. Hann vil aftur og aftur reisa okkur upp og fullvissa okkur það að hann okkar drottinn sem að frelsar okkur úr þessari ánauð syndarinnar. Þetta megin tilgangur altarisgöngunnar, en eins og við sjáum af orðunum sem að núna eru á skjánum, þá þetta ekki eini tilgangur altarisgöngunnar. Heldur altarisgöngan einnig merki einingu okkar í Kristi. Við eigum öll hlutdeild í sama Kristi, við eigum öll hlutdeild í hinu eina brauði. Þess vegna altarisganga líka sameiginleg játning það hvað hún það hvað það sem við tökum við og það hefur afleiðingar fyrir það hver getur komið til altaris í kirkjunni. Við ætlum að fara nánar í það síðar en að þessu sinni við látum við nægja að altarisgangan líkami og blóð í Jesú Krists gefið fyrir okkur til fyrirgefningar syndana. Þetta ekki bara tákn, heldur þetta raunverulegur hlutur sem okkur gefið til þess að við auðlumst og endurnýjumst í fyrirgefningu syndana. Altarisgangan mikilvæg í lífi kristinna manna og í lífi guðþjónustunnar og við ætlum að skoða hana nánar í fleiri myndböndum þannig að við sjáumst næst.